fátt betra en að koma heim til mín að loknum vinnudegi og bregða með svundunni, koma með fyrir inn í eldhúsi og þá er ég kannski búinn að vera að hugsa allan daginn hvað mig langar til að elda. Og í dag ætla ég að elda núna risotto með aspas. Risotto eru sérstök grjón, ítölsk grjón, annaðhvort arborio eða carnaroli sem er síður í kjúklingasoði. Og það er eiginlega eina sem er vesen við að gera risotto, að það er að krefst smá tíma og maður verður að beita alúð og natni, en að öðru leyti er þetta ótrúlega einfaldur réttur eins og þið munið sjá. Og ég ætla að byrja á því að skera niður smá selleri. Og svo setjum við dálítið af jómfrúrolíu í pottinn. Og það er alveg eins að þetta nota, það er þetta að fá heilmikið af mismunandi hvítlauk. Smáan, stóran, lítinn, rósrauðan. Þannig að þessi svona ætla ég bara að nota þennan sóló hvítlauk. Svona. Og ég ætla bara að byrja að setja sellerið út í og leyfa því að mýkjast í olíunni. Og meðan ætla ég að hluta niður einn lauk. Og nú skverum við honum út í pottinn. Og hérna þarf alltaf að salta og pipra. Það er til þess að draga sterkjuna í grænmetinu út og öll bragðefnin sem er í grænmetinu. Og ég er búinn að salta og nú piprum við. Og nú fara hlutirnir að gerast. Nú finnum maður að grænmetið er farið að ilma. Þá er aðeins að hreyfa það til í pottinum. Og eins og ég sagði áðan, þá er risotto réttur sem krefur natni. En að öðru leyti er hann mjög einfaldur. Og þegar ég segi natni, þá er þetta réttur sem það er að standa við allan tíman. Þetta er ekki eitthvað svona sem maður getur bara sett í pottinn og gengið og gert eitthvað annað. Maður þarf að vera hérna allan tíman og hræra í pottinum. Og þá er bara að gera að taka grjónin. Í þessum rétt ætla ég að nota kannski eins og 400 grömm eða eitthvað svoleiðis. En það er bara næstuð í hálfur pokinn. Hann er 1 kíló. Svona. Setjum þetta til hliðar. Og hérna þarf að hræra. Grónin mega ekki brenna við botninn. Og hugmyndin núna er að steikja þau í grænmetiskraftinum þangað til að maður sér að grjónin fara að lýsast örlítið á endunum. Það er talað að það verður örlítið gegnsæ og þá veit maður að grjónin er orðin móttækileg fyrir þá næsta vökva. Og það er hvítving. Og ég er hérna með Pinot Grigio, Villa Lucia. Það má nota þetta vín eins og hvað annað. Ég ætla sjálfsögðu að skenkja hérna smá fyrir sjálfan mig meðan ég er að elda. Og nú ætla ég að fylgjast aðeins með grjónunum. Og þá er það bara cirka 1 glas af víni. Og svo látum við áfengið sjóða upp. Og þegar að áfengið er soðið upp, þá er hérna með kjúklingasóð. Og það notum við til að ausa út í. Og ég veit að ég sagði að maður ætti aldrei að hætta að hræra, en við verðum aðeins að svindla og halda áfram. Og ég ætla að taka hennan aspas hérna og hann ætla ég að brjóta sundur. Við getum ekki nota alla stilkana sem er oft ansi þurrir á endanum. En þá er bara að gera að grípa þá og brjóta á það sem náttúrulega gefa sig. Og þá sé maður að þá er hann orðið miklu safaríkari. Og smjör. Og bræðum það bara hérna á pönnunni. Bæta reglulega saman við. Við erum komin hálfa leið núna. Ég á dálítið að soði ennþá eftir. Stundum er það þannig að soðið klárist
sko áður en að hrísgrjónin er tilbúin, þá er allt í lagi að svindla og bæta smá vatni við. Það kemur ekki að sök. Og nú ætti smjörið mitt verið farið að bráðna og þá get ég skellt aspasunum út á pönnuna. Ástæðan fyrir ég steiki aspasin fyrst upp úr smjöri, það er bara til þess að flýta fyrir. Þetta er ansi stór aspas og ekki bara það, heldur að þegar aspas er smjörsteiktur, þá verður bragðið jafnvel enn betra en bara við að sjóða hann. Það þarf alltaf að salta og pipra á öllum tímapunktum. Og nú ætti aspasin að vera búinn að taka á sig örlítinn lit. Tek ég pönnuna hér. Aspasin fær að fara hérna á brettið. Ég ætla að skera hann í 3 bita. Ég ætla að spara toppana þangað til seinast. Og ástæðan fyrir ég geri það, hún er einföld. Ég ætla að setja sjálfa stilkana út í núna til að gefa risottóinu enn meira aspasbragð. En ég vil ekki að aspashausarnir skemmist, því að þá ætla ég aðallega að nota sem skraut í lokin, því að mér bæði eru þeir ofsalega fallegir, þeir eru líka sérstaklega bragðgóðir og ég vil alls ekki að þeir detti í sundur í lokin. Nú þetta er ekki of heitt, þá bara skella þess út í, annars að brenna alla fingurna. Ég er búinn að gleyma því að ég er búinn að skenkja mér í glas. Eins og ég sagði, þetta á að vera aðeins undir tönn. Alls ekki of mjúkt. Þetta á 2 mínútur eftir. Þetta þarf aðeins salt. Þetta þarf aðeins pipar. Út í pottinn og svo er ég með alveg skála að fylla parmesanosti og þetta bara látum við allt saman út í. Svona. Og svo ætla ég þarf nú eiginlega að taka hann af disknum með það sko. Og þetta á að leka ölliti út. Rensa hérna á kantunum aðeins og svo ætla ég bara að raða aspasinu mínu með hann kring, nóg af honum og að lokum smá viðbót af parmaosti og þá er ekkert annað en að gera en að smakka þetta. Þetta taka hérna bita sem er með smá þessa aspas líka og nóg af hrísgrjónum. Og þetta er alveg dásamlegt. Og það var ekkert annað að gera en að skála. Skál. Ég ætla að elda fyrir ykkur einn einfaldasta en jafnframt einn ljúffengasta pastarétt sem ég veit um. Og þetta er réttur sem ég geri oft þegar ég kem heim seint á kvöldin. Vill gera eitthvað leiftursnöggt að vera tilbúin á þeim tíma sem það tekur fyrir pastað að sjóða. Það er þegar búið að vera núti í kannski 5 mínútur og ég er búinn að setja hitann undir pönnuna, smá klípu og svo er ég hérna með smá hvítlauk. Þetta er alveg ótrúlega ljúffeng bragð sem passa alveg ljómandi vel saman og stundum er það bara þannig, matur þarf ekkert að vera einfaldar en þetta. Ég ætla að bæta smá olíu á pönnuna, rétt til að vinna með smjörinu. Og nú ætti þetta að vera að fara að koma hjá mér. Smjörið er að bráðna. Ég ætla rétt að gáa spagettinu mínu. Svona. Svona. Þá bara smá stund eftir. Þetta er allt að gerast. Og núna ætla ég að setja hvítlaukinn. Þetta virðist vera ansi mikið af hvítlauk og það er alveg hárrétt. Því að hann er svo ótrúlega góður. Og setja hann bara hérna út á. Ég ætla meira þess að ná þessum litlu gaurum hérna og hafa það á með. Og svo bara rétt steikjum við hvítlaukinn
Hann á ekkert að brúnast en eitt svoleiðis. Hann á bara rétt að fá að kynnast smjörinu í smá stund, blandast við olíuna, rétt til að gefa því bragð. Nú held ég að pasta sé tilbúið. Ég ætla að gáa því samt aftur. Nú það nákvæmlega eins og á að vera. Nú ætla ég bara að ná í það. Svona, það ná í það og beint út á pönnuna. Sjáu þetta. Nú blöndum við þessu saman. Svona. Og auðvitað salt og pipar. Og nú þarf pastað að steikjast í smá stund á pönnunni. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að bæta við smávegis af steinselju. Þetta er svona rauði þráðurinn í minni matagerð. Það er eiginlega sjaldnast rangt að setja steinselju saman átt að gera. Raunverulega væri þetta ætt núna eins og það er. En það sem ég ætla að gera núna er að veiða þetta upp. Ég er með disk. Og nú náum okkur í smá pasta. Ekki bara smá, við ætlum að ná okkur í fullt af pasta. Þetta er skammtur sem myndi alveg duga fyrir 2 eða 1 sem er algjörlega glorhungraður. Og nú ætla ég að taka smá meiri ólífuolíu á pönnuna og náum hitanum aðeins. Og tökum eitt egg hérna, náum hitanum upp. Og það er eins og alltaf salt, pipar og, svo ég sagði áðan, ég er með leynigest hérna, það er trufluolían. Trufluolía fyrir suma gæti verið eitthvað sem er svona áunnið bragð, en hann gefur alveg ofboðslega mikið bragð frá sér. Ég ætla að setja smá slettun yfir, smávegis líka yfir pasta mitt. Þetta er alveg að vera tilbúið. Ef ég væri að gera hann rétt fyrir 2, þá myndi ég gera 2 egg. En ég held að ég sé bara að fara að borða þetta sjálfur. Svona. Nú þurfum við bara að veiða þetta egg hérna upp. Setja hérna ofan á og bara til að setja punktin yfir í hérna. Parmaostur. Nú þá mann á bara að líða eins og sé farið að snjóa. Kannski örlitla steinselju til að skreyta þetta. Og ég veit ekki um ykkur, en þetta hérna er veislumáltíð fullkomin í lok dags eftir erfiðan dag. Ég ætla að fara að borða þetta núna. Þegar ég stend inn í þessu fallega gróðurhúsi hérna á melum og flúðum, þá rennur það upp fyrir mér hvers vegna ég er svona algjörlega vonlaus tómatbóndi. Ég hef reynt á hverju einasta ári að reykta mína eigin tómata og þegar ég kem hingað og líti í kringum mig, þá er alveg augljóst af hverju að mér hefur misheppnað svona hrapalega. Hérna er sko öllu synd. Hér hefur sett 2,5 lítir af vatni af hverju einustu plöntu á dag og öllu synd af alúð. Og ég ætla að taka hérna einn tómat. Þessi fallegur. Þetta eru svokallaðir heilsutómatar. Og þeir eru alveg sérlega ljúffengir. Sem fær mig til þess að hugsa einn af mínum uppáhalds pastaréttum sem ég hafði þó ekki vitað að sýna ykkur, en ég get allavega sagt ykkur frá honum. Þá tekur maður handfull af svona ljúffengum tómötum, sker þá niður, setur þá í eldfast mót, setur nóg af ólífuolíu yfir, salt og pipar, fullt af hvítlauk. Svo setur maður þetta inn í ofn, blússheitan ofn undir grillið, þá til að tómatarnir fara að krauma. Þá tekur maður skúffuna út aftur og stappar nokkra matskera rjóma saman við, hendið í glása basilaufum inn undir grillið nokkra mínútur aftur, svo kippir maður þessu út, blandar þessu saman við pasta og nóga parmaost yfir. Þetta verður alveg dásamlegt, ég lofa ykkur. Tekum það hérna með mér í næstu. Við feðgarnir ætlum að elda spagetti carbonara. Ég ætla að fela syni mínum að skera niður beikonið. Villi, þú kannt þetta. Já. Þú fer varlega með hnífinn, ekki satt? Jú. Og byrjaði bara að skera þetta niður, Öskan.
Muna að passa puttana, ska mín. Þetta nú eiginlega sá réttur sem varð til þess að ég fór að blogga. Einhvern 2006 þá var það þannig að ég var alltaf að gera sama réttin aftur og aftur og viti menn, það var þessi réttur, spaghetti carbonara. Og það kannski ekki svo skrítið þess að þetta alveg sérstaklega ljúffengur réttur. Og hann alveg ótrúlega einfaldur. Þetta bara saminar bacon, nokkur egg, parmesanost og svo auðvitað spagetti. Og við hjálpumst eiginlega alltaf að gera það saman. Og að sjá, nú fáum við smá hita hérna á pönnuna. Þá bætum við smá ólífuolíu. Svona, þetta ekki bara nóg bacon? Jú. Sko, þá setjum við þetta bara til hliðar og svo setjum við þetta varlega á pönnuna og steikjum hérna í olíunni. Svona, dreifum þessu vel yfir pönnuna. Og ekki örugglega hiti undir þessu hjá mér? Jú, þetta á fullu blasti. Svona. Og meðan vilja minn, maður sjá, hendur bara restina bacon á pönnuna. Ég sé þetta, flott. Ég ætla að ná mér í sleif hérna. Spaghetti carbonara var til einhvern tímann á seinni heimsstyrjöldinni þegar bandamenn réðust inn í Ítalíu. Þá höfðu hermennir í fórum sér alveg heilmikið af baconi og hittu fyrir heimamenn sem höfðu þá spagetti að sjálfsögðu og fullt af eggjum. Og úr var þessi réttur. Svo lefum við bara bacon að steikjast hérna vel á pönnunni. Og nú getum við, skal ég hjálpa þér með þetta, svona, það festist alltaf svona smá. Tekið hérna smá skorpu. Svona. Og nú máttu setja parmesanost út í. Máttu setja vel ríflega parmesanosti. Og svo smávegis af pipar. Og nú máttu hræra þetta vel saman, askan. Flott. Ég hugsa að ég hafi smakkað hana rétt fyrst hjá henni móður minni, en við höfum alveg grundvallar ágreining á hvernig á því að klára pastað. Móður mín vill alltaf elda eggin á meðan að ég vil hafa þau áfram sem sósu. Og þetta getum við rifist alveg endalaust. Og þá getum við bara að fara að vinda okkur í pastað. Og hérna ég með sjóðandi vatn, alveg fullan pott af vatni. Það mikilvægt að þegar maður sýður spagetti að maður sjóði 100 grömm á móti hverjum 1 lítra af vatni, í vel söltuðu vatni. Þegar viljum að spagettið opni sig, þannig að bindist sósunni miklu betur. Og söltum við vatnið vel og ríkulega. Og maður alveg vera ófeiminn við að salta vatnið. Nóg af salti í pastavatnið. Og þá tökum við bara spagettið, opnum það, svona, og þetta eru bara við feðgarnir, þá þurfum við bara 1 skammtur, 2 og svo aukalega fyrir mig og út í vatnið, svona. Og svo bara komum við þessu vel í pottinn. Flott. Sjá til þess að ég brenni ekki baconið, þetta var alveg fullkomið núna. Svona. Og nú hefur við 10 mínútur á meðan pasta síður. Viljið þú prófa þetta? Passa þetta dálítið heitt. Og ég fæ eina hérna. Og svo prófum við bara. Og hæ bara. Hættu bara tilbúið ekki? Alveg var tilbúið. Al dente. Myndu rétta mér hennan dúkjana. Flott. Og þá er það bara að setja sigtið hérna í vaskinn. Og nú þarf að hafa dálítið hraðar hendur. Við ætlum ekki að missa niður hitan heldur. Og þá helli ég vatninu hér. Svona. Tek vatnið frá. Aftur út í. Og svo ferum við pottinn aftur hingað yfir. Slökkt inn undir gasinu.
Þá setjum við beikonið bara í heild sinni út í. Svona, og nú þurfum við eggin, kallinn minn. Svona, og þú mátt bara byrja að raspa niður meiri parmesanost. Og það er að hræra rösklega í eggjunum og það er þannig að hitinn frá pastanu, það mun elda eggjasósuna. Hoppsasi, missi ég þetta. Það er þó ekki 100 ettunni. Þá ætlum ég að fá aðeins meiri parmesanost. Að sjá. Flott. Aðeins meiri parmesanost. Smá meiri pipar. Örlítið salt. Svona. Og hrærum þetta saman rétt í lokin. Þá tek ég hérna diska. Fyrst hérna hér. Þá veiðum við bara upp pasta. Skellum við á disk. Svona. Húp. Rennur þetta allt út allt. Svona. Flott. Og næsta. Sko, beikonið vill oft lúra hérna í botninum. Það er dálítið að eiga við það til að veiða það upp. Svona, dálítið af beikoni. Ég held að þessi hérna disk verði fyrir mig. Svona. Og þá ætlum ég bara að sækja smávegis af steinselju. Má ég fá lánaðan hnífinn, Eskan? Já. Tek ég hana hérna. Svona. Smávegis svona yfir. Svona. Villi minn, nú mátt þú, sérðu? Nú máttu taka bara smávegis af parmesanosti og dreifa yfir. Svona. Og aðeins á með þig. Og þá held ég getum bara sest niður og byrjað að borða. Líst þér ekki bara vel á þetta? Jú. Ef ekki bara að fá okkur að borða? Jú. Gjörðu það, Eskan mín. Ætlarðu að éta allan diskinn í einu, eða? Ok. Skál, kallinn minn. Skál.